Happy Halloween eða ekki, Halloween cancelled, já. Ég búin að vera ekkert eðlilega þreytt á líkam og sál þessa viku. Veturinn svo sannlega mættur, haustið farið og I am so sad. Bara að eyða klukkutíma 2 á dag í bíl, alla á klukkutíma. Ég stundum búin að vera svona 75 mínútur í bílnum, 1,5. Að eyða svona miklum tíma í bíl gerir mann gráhærðan. Ég til dæmis bara búin að fara á æfingu 2 í vikunni. Ég fór á mánudaginn áður en þetta helviti byrjaði. Fór ég á miðvikudaginn af því að á þriðjudaginn kom stormurinn, snjóstormurinn og ég ætlaði að fara niður í vinnu. Ég var fyrst í umferð klukkutíma þangað þegar ég var bara herðu, ég ætla að snúa við, sneri við. Þannig ég var svo stressuð að maður myndi gerast aftur á miðvikudeginum. Þannig ég vaknaði ekstra snemma til þess að fara undan, þú veist, umferðinni og fara niður í gym bara snemma, svo ég væri komin rétt hjá vinnunum minni snemma. En ég var líka klukktíma leiðinni þá. Klukktíma leiðinni í gær og örugglega klukktíma leiðinni í dag. Ég var að vinna aftur í dag og ég náði að færa seinsta kúnna þannig að hún komi sem fyrsti kúnni minn, þannig 10 í staðinn fyrir 2. Bara til þess að reyna að sleppa við seinniparts umferðina. Þá víst að vera einhver svaka hálka á vegunum í dag. Þannig ég veit ekki hvort að vegirnir eru verri. En ég ætla allavega að gefa mig klukktíma til þess að koma mig niður í vinnu. Á að vera skemmtileg helgi. Það er Halloween í dag þótt að hverfið mitt og öll hverfi Íslands sé að reyna að cancela því. Þá ætla ég samt að halda upp á Halloween og halda bara mínu plani eins og ég var búin að gera. Og rant í morgunsárið klukkan 8. Þannig klukkan er kortur yfir 2. Ég var ekki eins og já, ég tók ekki upp í morgun. Göturnar eru orðnar klakalausar og ég komst í vinnuna á kortur 20 mínútum eins og eðlilega. Þannig að þessi dagur byrjaði bara strax miklu betur eftir að ég sá það. Það er búið smá rifrildi í íbúargrúppunni hvenær Halloween á að vera í dag eða morgun og þau voru víst að velja á morgun sem að mér finnst fáralegast í heimi. Mér finnst þetta svo heimskulegt. Mér finnst svo heimskulegt að fresta Halloween. Íslendingar eru búin að halda upp á Halloween í kannski 3 ár. Og þau eru strax byrjað að fresta því út af veðri. Utan það þá er ekkert af veðrinu. Það er bara mjög gott veður og ekki það mikil hálka. Allavega, mér finnst þetta fáralegt og ég er búin að ákveða að ég ætla samt bara að halda Halloween í kvöld. Ég er náttúrulega upptekinn á morgun. Þannig að við ætlum að baka draugapítsur, skreyta smá. Ég ætla að vera með nammi fyrir krakkar sem að banka. Er einhver hús búin að kommenta svona að þau ætla að vera að gefa í kvöld, en ég er spáði að labba með Ólífur í kannski 2 hús og leyfa honum að prófa trick or treat. Ég er fyrir utan Smáralindina núna og ég, mér vantar outfit fyrir tilboðið live show á morgun og ég ætlaði að kíkja á smá skraut og svo þarf ég að kaupa bara smá fyrir pítsunar í kvöld. Ég keypti þessa peysu á 1500 krónur, flíspeysa úr H&M. Keypti ég þennan ból úr Gina og ég ætla að máta hann við pils og buxur sem ég á heima og vonandi passar það. Óli bað Halloween blöðru, þannig ég keypti pakka af því. Svo er mér boðið í Halloween party á morgun eftir tilboð live showið. Keypti þetta til að hafa bara í bílnum ef ég skildi ná að mæta í partíið. Smá fyrir Ólífur til þess að dunda sig með á eftir og þetta er svona fyrir hurðina. Og ég er að safna náttúrulega seasonal skrauti þannig að þetta fer í árlega kassan þegar Halloween er búið. Trick or treat! Hvað stendur trick or treat á þessu, Ólífur? Trick or treat! Já. Graskýrið okkar orðið mikla. Þetta er búið að vera hérna allan október. Áttu líka þennan kóngulóadúk síðan fyrir ári, eða 2 árum. Ég keypti 2 poka af svona karamellum. Máam. Þetta er alveg mikið. Svo keypti ég 2 pakka af svona sleikjóa. Ég ekki tala. Keypti ég þetta í dag. Þetta er já, þetta eru svo bara súkkulaðimólar
Og svo hugsaði ég að það kæmi eitthvað svona lítill að hafa nokkra ávaxtastangir. Banan. Þá þetta nammi skálinn í dag. Pappi. Þetta ekki bara fínt, hún alveg þung. Ok, ég er búin að setja borðan upp hér. Hérna nammi skálinn. Og svo gerði ég svona fyrir nammi. Ó, það ykkur að koma. Fyrstu að koma. Það eru á næra henni núna. Halda skólinni. Þetta er gott. Halló, gerð svo vel. Með ég velja ykkur eitt. Takk fyrir. Takk fyrir. Banan. Skeleton. Skeleton. Og setja hvar? Hér. Vel gert. Og hver næstur? Banan. Hvað þetta? Asuna. Þetta er asuna. Vil ég velja ykkur tvö? Þetta er ávaxtastöng. Það er ekki velja það. Hæ. Ég er að byrja á að gera pítsurnar. Ég veit ekki hvernig ég var... Ég er að gera kannski graskesspítsu fyrir Oliver. Oliver, viltu draugapítsu eða graskesspítsu? Draugapítsu. Jæja, draugapítsan er tilbúin. Þetta var munnurinn að sérstaklega. Þessi er fyrir Oliver. Og svo er ég að gera hérna graskesspítsu fyrir pappa og Brynjar. Pappa er að koma heim svo. Þetta er ója öll. Já, þetta er alveg öll. Pítsa þín. Hvað er þessa? Þetta er heikið, já. Pabbi, þetta er ykkar. Hvað er þetta á pumpkin? Já. Ok, klukkan er 7. Það er svona mikið nammi eftir. Skálinn var sko alveg full. Þannig það er alveg búin að vera ykkur krakkar. Það var sko sett eitthvað Halloween hryllingshús í gang. Þú veist, þegar þau canceluðu þessum degi, Halloween, þá var sett eitthvað Halloween hús í íþróttahúsinu, þannig að ég held að margir sé að klára það núna og koma. Jæja, klukkan er náttúrulega 10 og ég er eðalega hvít. Ég sé það bara núna. Ég ætla að setja eitt svona í andlitið af því húðin mín er svo þurr. Oliver sofnaði frekar seint í kvöld og ég eiginlega bara leiði hann um það. Ég var leiði hann bara að lesa og leksir og eitthvað. Af því það er Halloween night og mamma fór seint að sofa. Strax á hann sofnaði þá fór ég í sturtu og tók everything shower og ég setti mér svona litanæringu í hárið á mér. Ég hef ekki sett litanæringu í alveg örugglega 4 vikur og hárið mitt var sko þannig að það var búið að feita ógeðslega mikið rautt en síðan var svona eldrautt fast í nokkrum lengingum þannig að það var svolítið svona mislitað þannig ég er að vona að ég hafi náð að dreifa þessu ógeðslega vel og þú veist ég sé alveg að þetta tók alveg vel í mitt hár þannig að ég vona bara að þegar það var orðið þurrt þá sé það bara rautt og frekar jafnt. Þannig ég var ekstra rauðhærð á morgun en ég og Natalja erum að fara saman á teboðið, liveshowið í Háskólabíó og við ætlum að fara á Sushi Social á undan. Við höfum borð klukkan 17:30 því það var ekki laust seinna en það. Þannig að við ætlum að fara, já, út að borða fyrir og ég ætla að taka með mér búning. Ég ætla að reyna að mæta í Halloween partíuna Birtu. Við höfum bara að sjá til, þú veist, hvað klukkan verður orðin og svona. Brynjar er að fara að vera í burtu held ég bara allan daginn á morgun. Þannig ég veit ekki alveg hvað plani hjá mér og Oliver er yfir daginn. En svo fer hann til mömmu setna burt. Ég ætla að setja á mig brúnkukrem. Ég setja alltaf brúnkukrem bara upp á hálsi. Nota St. Maurice. Ég elska þetta og þetta er mjög ódýrt. Og svo nota ég svona Sunkissed frá... Ég veit ekki hvað merkið þetta er. Þetta lúkkar alveg smá eins og þetta sé sama. Ég set alltaf svona spray í svona bursta og bara svona yfir andlitið. Það er maður aðeins ferskari. En svo ætlum við Brynja bara að horfa á Banna að hlæja, kannski hryllingsmynd. Nei, ekki hryllingsmynd, Halloweenmynd. Það munur á Halloweenmynd og hryllingsmynd. Ég horfa ekki hryllingsmyndir. Og svo sjáumstu bara í fjarrmati. Ok, góða nótt. Daginn, gleðilegan teboðsdag. Ég er að drekka
fyrsta kaffi dagsins, ég held að klukkan sé að ganga 11, eða orðin 11. Mjög fallegur dagur í dag og mjög mikið á snjónum farinn sem mjög næs af því að þú veist, ég elska snjó en ég hata að keyra í snjó. Það svo leiðilegt, þannig að ég alveg meira tím ekki snjór. Ólífur að dunda sér ekkert eðlilega mikið í herbergi, ég vil ekki skemma það út af hann búinn að vera að hanga í mér í allan morgun. Þannig að ég að bíða eftir að hann hætti að dunda sér og þá ætla ég að fara út með hann. Sko, ég ekki búin að sjá Lúlla síðan í gærkvöldi, sem alveg smá skrítið. Hann sefur alltaf heima á nóttinni, fer kannski út svona á morgnana og kemur svo alltaf heim mjög stutt eftir að við erum vöknuð. Það er svona eins og hann heyri í okkur alla leið út ef við séum vöknuð. En hann kemur alltaf inn til að fá sér morgunmat. Hann fór út sko í gær þegar við vorum að fara að sofa og ég vaknaði klukkan 3 í nótt og hann var ekki heima. Og hann ekkert búinn að koma inn fyrir morgunmat í dag. Þannig ég svona, where is that cat? Mér langar smá bara svona rölda á sjókstígu, sjá hann, það gæti alveg verið hann sé inni hjá okkur líka. Ég mátaði bólinn sem ég keypti í gær frá Gina og ég held ég ætla að vera í bara honum og svona ljósum gallabuxum. Annarkvort gallabuxum eða svörtu pilsi, en ég held samt að ég hallist meira að buxum sko. Allavega annarkvort þeirra, ég mjög glöð og þurfa ekki að fara í smáralindina í dag aftur. Þeir er komin! Lúli! Hann er mjög skítur á loppinni, hann var rökkstaðar úti í ævintýri greinilega. Það þurfum ekki að fara út að leita af þessum. Getum bara að fara beint út á Róló. Elskar Atlas Róló. Þetta er Baskian. Já, hérna fannstu. Það er skemman. Já. Við erum búin að vera út í örugglega 1,5 tíma. Vorum út á Róló mjög lengi. Svo ákveðum að labba smá. Stoppa öðrum Róló. Ég var að reyna að plata hann inn á forsetan með mér sem nýju hverfisveitingastæðinu sem ég sýndi í senslavloggi. Af því að þau eru með kaffi og svona smá bakkelsi á daginn og manna, eða þú veist, já, í hádeginu. Og mér langaði svo að prófa kaffið þeirra en Ólir var ekki alveg í stuði til að stoppa og Bassi. Stöðu betur. Þannig að já, við erum bara búin að labba mikið, þú veist, ég er ekki með í kerru, við erum bara í göngutúr. Skoða Halloween skreytingar. Við erum mætt enn og aftur inn á Baðherbyggi og nú erum við að fara að gera okkur til fyrir teboðið. Klukkan er 5:30 og við eigum út að borða 5:30, þannig að já, það er ekkert eitthvað mjög langt í að ég verða að vera til, en ég slétta mér hárið í morgun, ég þarf bara að hressa upp á endana, gera smá svona krullur. Og ég er yfirleitt bara svona 10 mínútur að mála mig og ég held að outfitið sé komið. Ég kom með kaffi, ég er náttúrulega ekki í áfengi, þannig að this is my alcohol í kvöld, kaffi nr. 3. Og ég er búin að læra að ég fíla mig best með sjúklega svona tannað bronzy make-up, sérstaklega þegar ég er rauðhærð. Ég málaði mig seinast þannig að þegar ég fór út að borða þá málaði ég meira svona, skerði svona dökkt undir augun og bara svona eitthvað og ég hataði það. Þannig að ég ætla bara að gera mig sjúklega tannaða, mjög lítið make-up, bara smá svona sólapúður, skygging, smá maskari, ljósgloss, ég ætla bara að vera mjög svona létt á því. Sko, ég er að pælja að blanda bara döggsta make-inu mínu við smá andlitskrem. Þetta er alveg mjög gott triks að blanda make í krem af því þannig verður ekki of heavy. Og já, ef ég er með grímu þá set ég bara bronzing á hálsinn á mér. Ég er orðin mjög spennt fyrir teboðinu. Þetta er svona, ég er ekkert eitthvað ógeðslega mikið fyrir tónleika nema þetta sé bara eitthvað sem ég elska. Þú veist, ég myndi elska bara Tate McRae eða eitthvað svoleiðis. En, þú veist, ég veit ekki, ég held að þetta sé bara eftir ég hætti að drekka, þá varði ég einhvern veginn svona að því partur af einhvern veginn að fara á tónleika er bara að fá sér í glas og dansa og eitthvað svona sem er svolítið gaman á tónleikum en ég sækist ekki mikið í þá. En þetta, svona sýningar, þú veist, ég þarf bara að setja sæðið mitt og bara njóta og þær eru bara að fara að púta hann á sjó, skilurðu. En ég er mjög spennt fyrir kvöldinu.
Ég er líka bara mjög spennt að fara út að borða með Natalíu. Þetta eftir að vera ógeðslega bara fun night. Ég er búin að gera mjög fínt hérna heima af því að eins og ég sagði í einhverju nýlegu vídeói, alltaf þegar ég var næturperson, þá vakna ég og mér líður þessu þunn. Þannig ég er búin að ákveða núna að ég ætla ekki að vakna þannig á morgun, ég ætla að vera með vekjaraklukku, svo ég ætla ekki að vakna seinna en 10. Ég ætla alltaf að reyna að, þú veist, vakna fresh á morgun. Ég er náttúrulega vanlega að tek reset myndbönd fyrsta nóg og það er fyrsta nóg í dag, en ég er svona svolítið að spara fyrsta nóg, eða þú veist, ég er einhvern veginn ekki að taka þennan dag með inn í nóvember af því að mér er ógeðslega skrítið að hafa fyrsta mánaðarins á laugardegi. Það bara feels wrong. Ég ætla bara að resetta heimilega á morgun og setja mig markmið og byrja að krafti á mánudaginn. En ég skal sýna ykkur final look þegar ég er búin að mála mig. Þess að ég sé sem með maska, þetta er svo dögt. Trust the process. Takk ykkur með mér í þetta kvöld. Ég er bara ready. Ég á náttúrulega ekki full body mirror, þannig ég í raun veit ekki hvernig outfit þetta er. Ég þarf bara að fara langt frá. Natalía er bara á leiðinni og við förum bara beint niður í Sushi Social. Ok, er þetta máli? Það er svo óþægilegt að eiga ekki full body mirror. Ég ætla að sýna ykkur speilin sem ég sé mig bara í. Þú veist, ég sé ekki, þú veist, full outfit. En er þetta ekki alveg cute? Ok, ég ætla að gera smá what's in my purse að menn upp í eftir Natalíu. Ég er með Zara veski sem ég keypti í vor. Low-key mjög pirrandi veski af því það kemst sko sjúklega lítið í það. Ég get ekki tekið vlogkamerana með, þannig ég ætla bara að vlogga síma minn í kvöld. Fyrst lagi inn í rendahólfinu hérna er mér fullt af tyggjóum í lausu. Svo tek ég með mér gloss frá Kiko, ég man á mig núna, og Kiko lip liner, mini ylva, þetta er Kylie ylvatnið, sólarpúður og busti. Ég er með á mér hvítan eyeliner hérna undir, og mjög langt síðan ég málaði mig þannig, en ég ætla að taka með mér til þess að það fer oft af. Ég taka eina klemmu og eina teygju. En Natalía er alltaf bara rétt að koma inn, þannig ég ætla að kveðja mynda á hana. Ég er svolítið að segja að get ekki tekið hana með, en hún bara passar ekki í veskið mitt, þannig ég næ ekki að þurfa að vera með tróðið eða opið veski af því ég næ ekki loka því. Þannig ég ætla að skipta yfir í símamyndaðuna. Jæja Natalía, hvert erum við mættar? Þannig við erum mættar í Háskólabíó. Við erum að fara að live show. Ég var sko vonast til þess að ísinn væri í boði og því ég tók laktósatöflunum mína með mér. Það er svo mikið að gerast hérna. Ég ætlum að smakka að banna. Eins og að ég sponsaði að banna. Jæja, komin í sætin. Við erum með þetta sæti og þetta sæti. Af því við viljum ekki að setja hliðina á okkur. Hvað er þetta? Já, goodie bag, sýndu okkur. Við erum með Blush, sambandspilið. Nice. Ballerinn á gólfinu. Og Blush, sleðböfni. Heyrðu. Æði. Ballerina. Við erum að spara okkur aur á þessu, að fá okkur eftir að í staðan fyrir á Sushi Social. Já, þetta vita það ekki þessu. Herru, en 5 ár, saman hvort það sé öld eða áratur, hörðu. Nobody knows, apparently. Við laumumst aðeins út áður en að hér kom af því það mun að fyllast og tókum svo kjút myndir. Tókum 2 myndatökur. Íslensku. Það er bara hæ sætjala. Hvað segir þið? Hvað segir þið? Hæ sæta mín, það er þetta gott. Smá norðurljós til að enda kvöldið. Herðu, takk fyrir kvöldið. Sömuleiðis. Bye. Bye. Jæja, komin heim. Brynjar er ennþá á, ég man ekki hvað ég er búin að segja, en Brynjar sem sagt á kallakvöldi IR. Hæ Lúli minn.
Hann búinn að vera bara með strákunum í alla dag. Þetta var bara ógeðslega næs kvöld og skemmtilegt sjó og bara svona gaman að fara með bestingunum sína og eitthvað svona. Íbúðin mjög hrein og kósí, ég að kveikja bara kerti og fara upp í sófa aðeins undir sæng og horfa á eitthvað. Ég ætla bara að kveðja ykkur af því líka ef ég myndi taka upp á morgun þá myndi ég velja að það sé partur af November reset á logginu. Veit ég hvort ég myndi taka upp á morgun eða hvort ég myndi taka upp bara eftir helgi. En mér finnst alveg líklegt að ég veit ekki. Ég mun pottið gera allavega November reset, það ekki? Vil ég það ekki alveg? Ég ætla að enda þetta hér og ég segi bara takk fyrir að horfa. Setið like ef að þið fannst þetta skemmtilegt vídeo, subscribe svo þið fáið alltaf tilkynningu. Mér langar svo að ná 1000 subscribers á næstu mánuðum og þeir eru búin að rókslega duglega að subscriba núna senstu vikur og mánuði. Þannig að þetta kemur allt. Bye! Bye!